fólki leyft að skilgreina sig sjálft. Ég skal bara nefna 2 sviðum og það tengist þessari menningarstríði. Annað að fólki bara leyft að skilgreina sig sem öryrkja og þá fer það bara á örorkubætur og hættir að vinna. Og það engir öryrkjar og getur alveg unnið margt af þessu fólki. Hitt að fólk getur skilgreint sig, til dæmis karlar sem konur. Ég var hjá rakaranum mínum daginn og fá klippingu og hann sagði mér frá kunningakonu sinni sem var í sundi og hún var í steypibaðinu frammi og við hliðina á henni var karlmaður og hún kvartaði undan þessu við konurnar í afgreiðslunni og þær sögðu, við getum ekkert gert, þessi karlmaður hann skilgreinir sig sem konu. Þannig að það leyft núna að skilgreina þið á einhvern hátt sem þér hendar. Auðvitað finnst sömu fólki betra að þurfa ekki að vinna. Það var kallað letingi í gamla daga og auðvitað finnst sömu fólki gaman að fara inn í steypiböðin hjá konunum og það var kallað að vera perri í gamla daga. En núna þetta kortveggja eitthvað sem að fólki leyfist að skilgreina sjálft sig á einhvern hátt sem að getur komið niður á öðru fólki. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/einpæling.